Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Það er janúar, eins og við vitum, skammdegið er þykkt og ein leiðin til að hafast við er að njóta listar og menningar sem aldrei fyrr. Listar og menningar sem við Íslendingar erum blessunlega svo lánsamir að búa yfir í ríkum mæli. Og það er nú eitt við þetta land, fámennið og hæfileikana og tækifærin, að sum okkar hafa marga hatta. Sem dæmi getur hagfræðingur, virtur prófessor til áratuga, líka verið tónskáld. Og til að ræða listina, menninguna og músíkina eru komin hingað Þorvaldur Gylfason sem er maðurinn með hattana mörgu, vertu velkomin. Takk fyrir. Og Hrönn Þráinsdóttir, söngkona. Píanisti. Píanisti meina ég. Ég syng hins vegar á píanói. Þetta hafði gengið ágætlega hjá mér fram að þarna loka. Jónas Ingimundar kennar minn, hann sagði alltaf ég syng með. Já. Ég hef nú séð þig stíga fram og syngja með söngurinn loka. Já, ég hef líka sungið, já, ég hef mjög gaman að því. En þú ert meira píanóleikari. Já, ég myndi segja það. Erum við gaman að fá okkur hérna rauða borðinu? Takk fyrir. Við ætlum að ræða söngva svífandi fugla. En áður en við komum að því, þá ætla ég aðeins að halda mig hérna við inganginn hattana mörgu. Við náttúrulega, þú ert landsþekktur maður, Þorvaldur, fyrir alls konar umræðu hagfræði og spillingu, gegn spillingu og hefur verið iðin að láta til þín taka og fræða og þjóðmálasviðinu. En varstu alinn upp sem hljóðfæraleikari, fékkstu sem sagt menningarlegt uppeldi ungur? Ég fékk sannarlega menningarlegt uppeldi, en ég tók ekki tíma í hljóðfæraleik. Ég var einn vetur bara barn í píanókennslu, en ég tók fótboltan fram yfir píanóið og foreldrar mínu sögðu þú sérð eftir svo alla ævi ef þú heldur áfram í þrótti og hættir hjá hermínu. Og þau reyndist það var rétt að standa. En ég reyndi svo að bæta fyrir það þegar ég var komin á miðjan aldur með því að leggjast í tónsmíðar. Nú var ekki fyrir nú að komin á miðjan aldur? Ég fiktaði aðeins við það á unglingsárum, en byrjaði svo ekki fyrir alvöru bara fyrir svona 20 árum og er enn að. Og nýta þessi botn. Já, pabbiðin var náttúrulega ansi þekktur maður, Gylfi Þ. Gíslason. Sumir segja að hann sé faðir tónlistarskóla út allt land í þessu landi. Er ekki eitthvað til í því? Jú, ég skil það sjónarmið, þó að ég haldi ekki stíft fram sjálfur af augljósum ástæðum. Ég var heppinn krakki, ég ólst upp í Mývatnssveit og tónlistarskóli Mývatnssveit var stofnaður það leyti sem að ég hafði aldur til þess að byrja að læra á píanó. Og ég man hvernig lífið í sveitinni breyttist, það var gríðarlega þáttaka af öllum bæjum þarna í sveitinni. Við reyndum öll að kynnast tónlistargyðjunum í gegnum alls konar hljóðfæri og þetta kostaði nánast ekki neitt, held ég. Já, áður en þessi nýja tónlistarskóla löggjöf tók gildi skömmu eftir 1960, að þá voru 1000 skráðir nemendur í tónlistarskólum, en núna eru þeir 16.000. Já, einmitt. Mikið lífskeiði sem fylgdu þessu og menningarauki og Guð veit hve margir landsþekktir tónlistamenn hafa sprottið upp vegna ákvarðana sem eru bara teknar í stjórnmálum. Það er þetta gleymist stundum. Já, en semur þá lögin þín á píanó eða? Stundum aðalega á tölvuna. Aðalega tölvuna. Það er bara með nótnaskriftarforritum. Ég nota músina til þess að stýra því hvað nóturnar lenda á blaðinu. Já. Svona ræða verkiðin hérna eftir skammastund, en hvað segir þú, Hrönn? Snemma fyrir í þínu lífi að þú erðir píanóleikari? Má segja það. Það er foreldrar mínir, móður mín heitin viðskiptafræðingur og pabbi viðskipta- og markaðsfræðingur, en þau samt ólust upp spiluðu bæði á píanó, eða lærðu á píanó, mamma söng í kór. Þannig að þau voru alltaf vildu við sískinin, ég sérst í miðjunni, aldrei systur og yngri bróður, vildu við myndum læra tónlist
og systir mín sem 5 árum eldri en ég, hún byrjaði að læra píanó hjá Erlu Stefánsdóttur í tónmenntaskólanum og ég var víst alveg óþolandi barn vegna þess að ég vildi gera allt eins og systir mín sem var 5 árum eldri og ég suðaði og vildi líka byrja og það endaði þannig að þau eiginlega bara suðuðu mig inn ári fyrr sko þá máttu maður ekki byrja fyrir 7 ára en ég fekk að byrja 6 ára því ég held að þau bara ekki nefnt að hlusta á mig lengur þannig að ég byrjaði þess að 6 ára í tónmenntaskólanum í Reykjavík og bara gekk mjög vel og fór hratt fram svo fer ég sem sagt í tónlistarskólanum í Reykjavík til Jónasar Ingimundarsonar og þá ég hugsa ég hafi bara einhvern veginn, ég man eftir því ég var svona 13-14, ég byrjaði sérst 14 ára, ég ætlaði ekki svona 14-15 að ég hugsaði þetta eitthvað sem ég vil gera og það ekki síst Jónasi að þakka hann var alveg ótrúlegur kennari hvetjandi, dásanlegur en hins vegar var það þannig að hann fekk mig og aðra nemendur líka mjög oft þess að fletta fyrir sig á tónleikum. Hann náttúrulega spilaði með öllum söngurum, helstu söngurum landsins. Og það var eitt svona moment sem ég gleymi ekki, ég hafi ekki verið svona 17, eitthvað svo leiðis, ég var sérst hjá honum í 8 ár. Og þá baði mig að spila á galatónleikum í Borgarleikhúsinu og ég man það var Kristinn Hallsson og það var Dittu og þá Kristinn Sigmunds og fleiri og við vorum sérst baksviðs, þetta var í stóra salnum og pakkfullt og við vorum sérst baksviðs og þetta var alveg að fara að hefjast og þá leiti ég svona í kringum mig og þá var allir bara gantast og hlæja og segja, bara segja brandara og ég hugsaði, það er engin stressaður og ég hugsaði, þetta vil ég og þar eiginlega bara eftir það lá leið mín ég fór í háskólanám í Þýskalandi en ég fór í annað sérhæfðumi sem sagt, fór í mastersnám fyrst var í Freiburg og svo Stuttgart en ég fór í svona 2 ára annan mastersnám og sérhæfðumi í ljóðasöng eða meðleik en ég held að hann hafi bara beint mér svolítið inn á þessa braut en það er það bara skemmtilegast í heimi að spila með söngurum hljóðfæraleikurum líka en þarna allavega þetta var svona mín braut eða leið. Ég veit nú ekki mikið píanóleik en er til eitthvað sem heitir lýrískir píanóleikarar? Lýrískir píanistar eins og lýrískir söngvarar dramatískir og lýrískir þá meina það sem undirleikarar ekki síst sko? Já, ég myndi nú frekar segja þú veist, ég segi ég er meðleikari en auðvitað er ég líka píanóleikari ég held að segja ekki þetta að setja kannski beint svona í eitthvað form. Nei. En þið eru misjafnlega harðhend, er það ekki? Jú, að sjálfsögðu. Já, ég man að þetta reynir að vera mjúkur, sérstaklega þegar maður er með söngur. Já, alltaf með þetta. Maður getur orðið alls konar píanóleikari. Ég til dæmis hjó eftir því að það var útvarpsþáttur síðustu helgi þar sem krakkar í píanókeppni íslenskir voru að segja í viðtölum hvað þeim fannst skemmtilegast og þarna voru strákar sem fannst langskemmtilegast að hamra og spila hratt og svo voru aðrir sem einmitt eru svona að leita að þessu viðkvæma og þannig að það er auðvitað gott að geta spila hratt og hamrað vissulega að vera með góða tækni en þú þarf náttúrulega að vera líka með músikalitet að geta túlkað og sungið eins og þegar þú sagðir að ég væri söngkona þannig að þú verður að geta sungið líka Það var sagt á Rögnvald Sigurjónsson píanóleikari að stundum færu hljóðfæri nú í límingunum þegar hann væri búinn sko. Og það var vist ekkert grín sko þegar Askenasi var hér með Flíklana 2 að æfa sig og strengirnir bara út allt eins og í heimstyrjöld hann ég á einhvern veginn eftir að segja þá sögum Já, þetta er ekki eftir Nei, ég veit ekki Það gekk vist ekkert smá ræði á og þannig að það er svo margt í þessu en þá skulum við víkja sögunni að því hvers vegna ég baði ykkur að koma hingað Þorvaldur, þú sem lagasmiður í síðari tíð, síðari áratuga, þú hefur uppfyllt drauma og þú hefur verið duglegur við að semja og
næsta sunnudag verður gefst almenningi kostur á að njóta afraksturs þess, söngvar svífandi fugla. Segðu okkur aðeins frá þessu. Söngskemmtanir eins og svo sem að við Hrönn og Hildur Gunnar Einarsdóttir og Bryndís Halla Gylfadóttir ætlum að bjóða upp á sunnudaginn. Ekkert smálið. Í Hörpu. Svona söngskemmtunum ætlað að lyfta fólki. Já. Og hér notum við fugla himinsinn sem spegil á mannlífið á jörðuniðri. Þetta eru 15 fuglakvæði sem að Kristján Hreinsson, skáld og heimspekingur, sendi mér fyrir margt löngu og fól mér að tónsetja og ég bara svaraði kallinu. Við frumfluttum þetta fyrir 12 árum, tvisvar í Hörpu og einu sinni í Bergi á Dalvík og þá var það Kristinn Sigmundsson sem söng og Bryndís Halla spilaði á sellóið eins og núna og píanistinn var kennari Hrannar, Jónas Ingimundarsson. Og þetta var kvikmyndað og myndin hefur sýnd í sjónvarpinu margoft. En núna 12 árum síðar þá þótti vera tímabært að endurtaka þetta með nýrri áhöfn og talsverðri viðhöfn því að konsertin verður kvikmyndaður í bak og fyrir og við vonum til þess að úr því verði fín kvikmynd sem við getum komið á framfæri ekki bara hér heima heldur einnig í útlöndum. Já, tekið upp í sal Norðurljósa í Hörpu. Sem mjög fín konsertsalur. Já. Og þetta verður fagurlega myndskreytt því að eins og fyrir konsertum mínum að þá kvæðunum varpað fagurlega myndskreyttum á risavaxið tjald að baki flytjandana og það Vignir Jóhannsson myndlistarmaður sem á vegu vanda af því. Og sá sem að stýri kvikmyndatökunni Jón Egill Bergþórsson sem reyndast í svona menningar þáttagerðarmaður sjónvarpsins langt árabil. Þannig að þannig valið maður í hverju rúmi, ekki bara upp á sviði, heldur líka í kringum sviði og við hlökkum til eins og ég eins og Batti Jólana. Já, og opið öllum almenningi. Já, sjálfsögðu. Og þetta hluti af þessari tónleikaröð á sunnudögum sem stundum, hvað heitir þetta aftur? Já, sígildi sunnudagar. Sígildi sunnudagar, já, einmitt. Og klukkan 5? 4 á sunnudagi. Og verður bara þessi einu flutningur núna? Af því að við ætlum að varðveita á kvikmynd, sko. Sem stendur, við vitum. Sem stendur, já. Rétt. Já, þetta spennandi. Þú semst að leika þetta í fyrsta skipti? Já. Og Hildur Gunnar að syngja líka. Fyrsta sinn, það bara Bryndís Halla sem að flytja í annað sinn. Já. Hvernig fyrir píanuleikar eins og þig að taka við svona verkefni? Hlustu þær á upptökur Jónasar og hafður þær einhver leið til hliðsjónar eða nálgastu þetta frá þínu einu nefi? Sko ég eiginlega geri alltaf þannig að vinn þannig að ég byrja á því að skoða. Ég hlusta ekki á neitt. Nei. Ég mynda mína skoðun og vinn þetta og svo hlusta ég eftir á. Og þá fæ ég kannski einhverju hugmyndir en ég vil ekki hlusta fyrir fram þannig að það sé búið að koma svo túlkun, ef ég má orða sem svo fyrirfram inn, þannig ég hlusta aldrei á eitthvað nýtt áður en ég byrja að vinna. Þú ekkert nema nóturnar? Ekkert nema nóturnar, já. Það magnað? Já. Þetta algengt? Já, ég nú bara ekki viss. Jú, ég hef nú alveg heyrt, ég hugsa að nemendur frekar, þeir byrja á því að hlusta. En ég hugsa svona atvinnu tónlistafólk frekar mynda sína skoðun og hlustar svo mismunandi upptökur. Ég hugsa það, en ég annars veit það ekki, ég hef ekki spurt marga hvernig þið vinna. Ég hef heyrt við heimsfræg óperusöngvara sem að kunni ekki lesa nótur og ef þeir fá hlutverk, ég er að tala Metropolitan óperuna eða Skala, að þá bara hlustaður upptökur og læra það þannig. Ég meina, Bíllandi kunni ekki lesa nótur eða skrifa þær. Nei. En það er sjálfströst í þetta. Já. En það er bara mín reynsla einhvern veginn að ef þú fer að hlusta fyrirfram og auðvitað, ég meina, Jónas hefði treyst honum fullkomlega hans túlkun, en ég vil bara mynda mína eigin. Já. Og svo kannski fá hugmyndir frá upptökum, Þetta finnst mér til fyrirmyndar vegna þess að það leika engir tveir sömu hendinguna eins. Nei. Er það ekki bara þannig? Það er bara þannig. Já.
Og sem betur fer, þetta ekki allt eins. Nei. Þú þarft að túlka á þinn hátt. Einmitt og hvað tónverk getur gjörbreyst bara við að hæja örlítið á í einum kafla eða auka styrk eða mingan. Já, heldur betur. Allir þessir galdrar og töfrar. Hvernig myndur lýsa tónlist Þorvaldar? Já, ég var svona að hugsa á leiðinni. Hvernig á ég að lýsa þessum ljóðaflokki eða söngvasveig sem er mun fallegra orð sem kemur úr þýska orðinu Liederkreis eða söngvahringur eiginlega, kreis er hringur. Ég myndi segja að sko nota lýsingorðið anguvært, fallegt, sorglegt og svo myndi ég myndi segja þetta er ekki ómstrítt. Nei. Þetta er mjög lagrænt með örlitlu ómstríðu ívafi og svo er svolítið óvanalegt fyrir mig. Við vorum aðeins að gantast með þetta á æfingu og það er eins og hann sé pínu að stríða okkur eða því að það eru mikið á tóntegundaskiptum innan lags jafnvel og við vorum pína svona grínast með þetta að hann væri kannski bara að stríða okkur halda okkur á tánum en svo far ég að hugsa að því þetta er náttúrulega allt með tengingu í fugla og þegar eru rísandi tóntegundir eða sko sígandi, rísandi, kannski er þetta bara fuglarnir svífa upp eða niður, en það er bara mín túlkun. Að ég hef mjög gaman að þessu, þetta eru falleg lög, fallega laglínur og svo er náttúrulega svo yndislega bara dásamlegt að hafa sellóð með, en sem ég finnst sellóð vera rauninni það strengjahljóðfæri sem er næst sönguröddinni og sérstaklega með sko, eins og Hildigur er mezzosopran með lægri röddum þannig að þetta er svona þetta er svona rauninni duett þeirra á milli og svo umvefur píanóið þær í rauninni þessar tvær raddir þannig að þetta er, ég bara með hlakka mikið til Þetta er nákvæmlega rétt lýsing hjá henni. Er þetta rétt með fuglana? Þetta svífa upp? Allt með ráðum gert. Já, hefja sér til flugs. Og þetta með tóntegundaskiptin, ég hef eiginlega haft þennan sið frá því ég byrjaði á þessu fyrir alvöru að sveifla mér milli tóntegundar sko oftar en aðrir gera, bara eins og api sveifla sér grein af grein sko, það er hugsunin. En mér kemur í hug erlendur tónlistarmaður sem að fletti bókir með nótunum og aldrei hefði það kvarla að mér að svona músík væri skrifið af einhvernum sem er ekki löngu dauður. Það er tvírætt kompliment. Kannski. En sko, af því að hérna pabbi þinn, Gylfi, á perlur eins og ég leitaði blára blóma og svona, myndur þú segja að þú væri meðvitað eða ómeðvitað að einhverju leiti undir áhrifum frá pabbaðinum? Nei, alls ekki. Nei. Alls ekki. Nei. Hérna, ég frekar undir áhrifum frá sko, Jóni Leifs og Brahms og Wagner sko. Já. Finnst mér sjálfum. Já. Þú verður alltaf hlusta mikið á músík þótt að sé bara í seinni tíð svona. Já, alveg frá blautubarspenni. Já, einmitt. Já. Og sem sagt, það er vængjasláttur í þessum flokki, já. Já. Einmitt. Ágætlega orð, vængjasláttur. Já. Ég segi þetta stundum að kvæði Kristjáns eru með fuglafræðilegu ívafi. Já. Einmitt. Hafið þið Kristján unnið saman lengi eða Nei, lengi, bæði svona 15 ára eitthvað svo leiðis. Þetta byrjaði þannig að hann hringdi í mig að blá ákunnuga mann til þess að byrjaði mig að tónsetja sonnettur heimspeki og heimspekinga og hvað var þetta margar, spurði ég og hann sagði 17 og ég sá að svona símtal fær maður bara einu svona æfinni eða aldrei, þannig að ég sló til. Og síðan, ég hef ekki gert bara 100 lög við kvæði Kristjáns, en svo 50 við kvæði annara skáldar. Sko. Hefur verið svona gríðarlega afkastamikil? Já. Ég vissi það ekki eins og Já. Þið getið slegið því upp á netinu, við trúðum ekki, sko. Hvernig vinnurðu? Hvenær dags og svona segðu okkur hans á lagasmiðinni? Já, það var bara þetta er aukabúkurinn hjá mér eftir sem áður, því að ég er að lesa og skrifa magfræði öllum stundum, sko. En ég bara á morgnan á kvöldir og miðjan dag eftir því hvernig það liggur á mér, sko.
koma til þín svífandi hugmyndir og þá ákveður að bregðast við því eða verða þær til við vinnuna? Það verður stundum sko, samstarf okkar Kristjáns hefur verið þannig að hann hefur sendt mér kvæðin sín og ég hef tónsett þau sko, en þegar tónsetja kvæði döðraskálda að þá þarf ég líka að hafa þann háttir á, en stundum kemur lagið fyrst og eða ég vel kvæðið og tónsetta sko. Það kemur fyrir að lagið verður til fyrst og svo ég hef oft kvæðin sjálfur sko, en það er annað mál sko. Við skulum ekki fara til það núna. Ég hef rockklónsveit líka sko, og þar sem ég rocktextana við eigin lög sko. En þá hvað sem síðan verður. Þannig að hattarnir eru enn fleiri heldur en ég hafði gert mig grein fyrir. Hefur þú eitthvað dundið við að semja? Nei, bara ekki neitt. Nei, það kemur kannski. Jónas Ingimundar, hann byrjaði nú á miðjumaldri að semja. Já. Ég er reyndar verið 50 á þessu ári, þannig kannski ætti ég bara að fara að byrja. Lög Jónasar eru mjög fín. Mjög falleg. Þau eru til á brendi. Já. Og sem sagt áhrifin af Jónasi eru alveg gríðarleg, þau eru út allt. Já, heldur betur. Bruti svolítið brautina bara, má segja. Mikið lóskum. Já. Ég var að vitna hetjudáð páskana austur í Mývatnssveit. Þá hafði ný spurst út Dauðsvall, Jónasar, og Kristinn okkar Sigmundsson, hann var að hefja tónleika og tilhengaði fyrsta lagið Jónasi og maður sá í hver miklu merfuleikum hann var en hann söng sitt fegursta og ég held að allur salurinn farið að gráta sko. Já, þeir voru miklu vinnir. Þeir voru mjög nánir og mjög gaman að vinna með þeim lið við lið og sjá hvernig þau ná við sko. Það var dásamlegt. Það er bara með sum okkar að þau marka alveg óendanlega djúp og mikil spór og Ég kann litla sögu af Jónasi, þannig var að við vorum með gestabóð heima hjá okkur, Anna kona mín og ég, og fengum Jónas til þess að koma með söngvara til þess að skemmta gestunum og ég hringi Jónas og segir hvaða söngvara getur þú boðið okkur og hann segir, Dittu er hjá mér akkurat núna og ekki bara komið með hana og ég segi bara fínt og svo spyr hann að er eitthvað aukarlag sem að þið viljið heyra að bjóða gestunum upp á og ég nefni lagi við hann, brasilískt lag og svo þegar þau koma upp í lyftunni þá segir Jónas um mig, heyrðu, skollin maður, ég glemdi að segja að Dittu frá laginu sem þið báðum en ég kendi henni það í lyftinu og leiðin upp og þau fluttuð óaðfinnarlega. Svona gera bara snillingar. Já, nákvæmlega. Mjög gott. En en þá aftur að svífandi fuglum sem sagt, er þetta heiti fuglana? Nei, það eru fáir, Erla er nefnd og Dúfa er nefnd og Sólskríkja er nefnd og svoleiðis, en þetta eru eins konar líkingamyndir sem að skáldið dregur upp af fuglum himinsins, þar sem hann útmálar fegurð himinsins og fegurð lífsins á jörðu niðri og svo eru byggðar þarna brýr á milli fuglana sem svífa loftin blá og tilfinninga kalla og kvenna á jörðu niðri og þar er allt tilfinningarófið spannað frá dýpstu sorg upp í æðstu gleði og fögnuð. Og nú glímir þú við þetta verkefni. Já. En er eitthvað trúalegt ívavísu? Þú ert að tala um heiminin og Nei. Og svona? Nei. Ekki beint, nema bara trúin og lífið og mannin og fugla heimisins. Já, einmitt. Við myndum ekki segja glími við það. Ég bara nýtt þess að þróa þetta áfram og nú fer bara að koma að þessu. Búið að vera skemmtilegt æfingaferli. Búið að vera mjög gaman á æfingu með þeim. Þarf að æfa mikið fyrir svona gegg? Það þarf alltaf að æfa. Já, en þegar maður er með svona frábært tónlistafólk eins og Hildigunni og Bryndísi, við auðvitað maður æfis í ykkur lagi, svo kemur maður saman og þá einhvern veginn, þegar maður er með svona frábært fólk þá
kemur þetta einhvern veginn bara mjög fljótt. Þetta aðeins meira en lyftuferð. Við náum takti mjög, það má segja að við náum takti mjög fljótt. Já. Ég spurði Bryndísi Höllu sem að spilaði þetta með Jónasi og Kristni fyrir 12 árum, situr þetta í fingurórum eftir 12 ár? Og hún sagði já, en samt alveg þetta æfa það aftur sko. Já. Og það er alveg óvíst að hún spilaði eins núna eins og hún gerði þá. Það var ábyggilega ekki. En er ekkert svona auka kitl í maganum hjá þér af því að þetta verður kvikmyndað og hljóðritað og þú veist ekkert hvað verður þetta? Kannski verður þetta bara BBC ári? Ég treysti honum bara þetta farið á góðan stað sko. Jú, það er vissulega, þú veist, ég hef spilað í sjónvarpi og það hefur tekið uppi fyrir útvarp og í mislegt þannig ég nú kannski orðið nokkuð vön. Já. En það er auðvitað alltaf smá svona auka stress, kannski ekki stress en svona maður allavega, nú ætlaði ég að fara að segja að vanda sig meira en það er ekki rétt, auðvitað vanda ég mig alltaf á tónleikum en svona maður vil gera vel og ekstra vel þegar verið að taka upp. Annars... Og píónuleikur hennar er líka til á diskum sko? Já. En hins vegar er það nú bara þannig að það er alltaf eitthvað smá stress áður en ég stíg á svið. Vissulega minna, ég kemur alltaf mikið fram og það er auðveldara því ofta sem að kemur fram. En ég einhvern veginn, það er bara þannig að mér leið og ég er sest og byrja að spila þá einhvern veginn gleymi ég öllu. Ég er ekkert að hugsa fólki í salnum eða kvikmyndatöku vélarnar. Ég bara fer í ykkur og svona mína, ég segi ekki búblu en bara, einhvern veginn gleymi mér og bara músísera. Maður sér þetta hjá hlams ungum krökkum og þau geta haft gríðarlega hæfileika en þau eiga erfitt með að koma fram. Já. Og það eru dæmi afbragðs hljóðfæraleikara sem gætu orðið sem heldast úr leik vegna þess að þau ráða ekki við álagið sem fylgir því að koma fram. Getur þú gefið þeim einhver heilræði? Sko ég segi við mína nemendur, ég er með hljóðfæranemendur og söngnemendur að það er eiginlega eina sem að dugar er að koma nógu oft fram. Og það, að því það kemst í vana og ég segi þetta kemst í vana, þú þarf bara að koma nógu oft fram og þau segja, nei, ég trúi því ekki. En það er bara satt. Og svo auðvitað, það eru alls konar ráð eins og að fara út í hot fyrir tónleika og anda djúft og reyna að ná hjartslættinu niður eða það er alls konar rútínu sem fólk er með að hún fyrir á svið. Ekki borða, það er náttúrulega óteljandi dæmi en ég segi bara koma nógu oft fram. Af því það er eitthvað tíma fer hrollurinn úr þér. Og það sem ég segi líka við nemendur að breyta stressinu, að ná að breyta því í orku. Orku frá þér. Og sumir trúa mér ekki, en það er bara þetta er staðreynd. Og þetta kemst í vana. Og svo náttúrulega bara gleðin að flytja eitthvað fyrir fólk og svo auðvitað að fá klappið og eftir. Það er ekki verra. Nei. Hefur það einhvern tíma verið alveg búinn að loknum flutningi? Bara og gafst allt? Jú, ég hef alveg lent í því að vera gjörsamlega búinn og eftir. En ég reyndi að spilaði páskuna, þá var ég veik og ég spilaði tónleika með 8 kommur og var svona ná mér eftir flensu. Ég held ég hef aldrei verið eins búin á því eins og eftir. Þá var ég flytað dýttirlípi með mjög efnilegum nemanda í fríkirkjunni, Ellert Blær sem er núna í námi í Leipzig. Þá var ég gjörsamlega búin að því, en það var nú kannski af öðrum orsökum. En að sjálfsögðu gef ég alltaf allt á tónleikum og það er þessi gleði, gleði að hafa gert vel auðvitað, vera búin. Og svo auðvitað bara þegar maður sér að fólki í salnum er ánægt. Þetta er það bara best í heimi, er að koma fram. Þetta eru hinnar lítrættu hetjudáðir. Það er þetta starf listamannsins að mæta með sóttita og þurfa samt að skila af sér. Þorvaldur. Ég hef aðeins aðra sögu að segja senuskrekkin. Sjálfur var ég þjáður af senuskrekk, hvort heldur upp á sviði eða í viðtölum í útvarp og sjónvarpi alveg fram með 50, en þá hvarf hann eins og dögg fyrir sólu. Þannig ég finn ekki fyrir honum. En faðir minn sem þú nefndir áðan og stóð oft á sviði eða í útvarp og sjónvarpsviðtölum, hann losnaði aldrei við senuskrekkinu með hann lifði. Nei. Og af hverju þetta small hjá mér 50 en ekki hjá honum nokkur tíman, ég kann enga skýringar í.
Nei. Var það ekki Horowitz sem að það þurfti alltaf að íta honum inn á svið? Ég held að hann hafa aldrei, Já, var það, já, ég hugsa held ég sé örugglega að segja rétt frá. Hugsa sér, Hann komst aldrei yfir hennar sviðskrekk. Nei, og hann spilaði sko fram með nýrætt. Já, ég heyrði bara eitthvað sögu og það var sko sviðsmaður sem þurfti bara íta honum inn á svið, sko. Þannig ætlaði ekki að geta stigið skrefið, sko. En Víkingur Heiðar og kannski Laufey og svona fleiri listamenn sem við lítum mjög upp til og hafa hlotið mikinn framgang undanfarið sko, hvernig á ég orða það, er hlutverk hljóðfæraleikara orðið víðþættara en var. Þetta er þau eru svo frábæri að tjá sig. Víkingur Heiðar talar á milli verka, er í beinu sambandi við salin og svona. Já. Er þetta ekki eitthvað svona sem ekki var? Jú, að vissu leyti og ég held að sé hann náttúrulega frábær píanisti og náttúrulega komin þetta langt, bara spilar í öllum sölum borgum bara í heiminum en ég held að þetta sé líka hluti hans velgengni hvað hann nær góðu sambandi við áhörundur. Sko hann er kjörinn alþýðu fræðari líkt og Leonard Bernstein sko. Til dæmis þættirnir sem hann gerði á svona konu sinni fyrir sjónvarp fyrir allmörgum árum tónlist, svona kynningandalmenningi, það voru alveg skínandi fínir þættir sko. Og mjög mikils virði sko og Leonard Bernstein er nú eiginlega sá af þessum stórveldum í músík okkar heimsluta sem hefur náð lengst á þessu sviði. Haldið sko bæði lærða fyrirlestra á Harvard til dæmis sem enn er mikið hort á sko 50-60 ára síðar og eins hélt hann konserta sko í New York handa ungu fólki og allt verði þetta efni hans sko hvert af öðru er alveg dásamlegt. Svona tónlistarmiðlun í rauninni. Já. Og margt fólk sko segist eiga bara honum að þakka ánægjuna sem það hefur að njóta tónlistar. Svolítið eins og Jónas gerði líka, Ingimundar. Nákvæmlega. Jónas hefur nú birti 2 stórar bækur sko þar sem hann lýsir skoðun sinni á tónlist. Mjög fínar bækur báðar 2. Ég sagði hérna í upphæfi að við værum heppin að búa yfir ríkulegum lista og menningar bakgrunni. Það er myrkur núna og skíta veður. Ég labbaði hringi kringum hús í morgun og vindurinn stóður öllum áttum. Og en við getum alveg mist okkar menning út úr höndunum. Við þurfum að vanda okkur og að viðhalda og vernda, ekki satt? Jú, það sjálfsögðu. Alltaf. Hvernig horfum við? Já, mér finnst nú bara að vera mikil gróska. Bara taka sem dæmi til dæmis þetta unga fólk, eða ungi söngvarar, það er ekkit auðvelt að vera starfandi söngvari á Íslandi, þessu litla landi, en sjáum til dæmis Óð, kammeróperuna, þessi svona sjálfstæða óperusena, hvað er mikil gróska. Þannig ég hef ekki áhyggjur en meðan maður þarf auðvitað að standa vörð, ekki spurning. Ég veit hátt í 20 fína íslenska söngvarar sem starfa í útlöndum sko. Og myndu margir glaðir starfa hér heima að væri þess kostur. En á sama tíma sko flytjendurnir eins og Þrönn segir sko standa sig glimrandi vel og einnig þeir sem leggja til efnið að þá er nú samt sem áður verið að vega að undirstöðurum eins og sést á sko mjög þungum og sárum kvörtunum þeirra sem að reka tónlistarskóla. Ég þekki þetta, ég hef setið í stjórnskólans í Reykjavík í 15 ár og róðurinn er þungur og hann brýtur mjög gegn anda tónlistarskóla löggjafarinnar sem að þú varst að mæra í upphafi okkar fundar. Og þarna er verk að vinna sem að stjórnvöld hafa því miður vanrækt en við verðum að beina þeim inn á þá braut sem dýr þeim til þess að taka sér taka og snúa öfugþróuninni við. Skólastjóri Söngskólans er í hópi þeirra sem hefur lýst áhyggjum af efnahagslegri stéttaskiptingu. Þetta er svona aðgengið og ég hef sjálfur sagt það að sko ef þið farið á tónleika í sumum tónlistaskólum þá sér maður að börnin koma frá heimilum sem eru betur stæð og við viljum ekki hafa það þannig, við viljum að
við öll fáum tækifæri og stuðning og hvatningu og þannig að það er alltaf verka að vinna að viðhalda þessu sem að okkur þykir svo vænt og gefur okkur svo mikið. Já, svo er líka mikið að vera í rockinu. Það er alveg með ólíkindum að maður heyrir af sko bara íslenskum bílskúrsböndum þar sem að hljóðfæraleikarinnir og söngvararnir eru kannski öðru hvorum með tvítugt og er farin að slá í gegn í útlöndum í stórum stíl sko og á þess að maður á nokkuð mun heyrta nefnt hér heima. Og þetta er mikilvægur partur á gróskunni en það eru girðingarnar sem að skildu að svo kallaða klassíska tónlist og annars vegar og poptónlist eins vegar að það er verið að lækka þær með því að efla til samstarf sko yfir þessa gömlu múra og ég held að það sé til góðs. Já, en af því að þú ert nú hagfræðingur og er Ísland að einhverju leyti frægt utan landsteinina fyrir efnahagsundur hér innan lands og stórkostlegan árangur í efnahagsmálum svona samanborið við hróður okkar á erlendri grundu hvað var það til nefnst tónlistina? Hróður okkar á vettvangi tónlistarinnar er miklu meiri heldur en álitið sem Ísland nýtur sumpart og það fari minkandi eftir hrun í efnahagsmálum. Það er að segja tónlistarfólkið og reyndar aðri listamenn líka þetta á við skáldsagna-höfundar sem eru þýddir í stórum upplögum úti í Evrópu, fleiri og þetta á við myndlistarmenn líka. Það er að segja Ísland er sko menningar paradís, sannkallaður unaðsreitur. Ég veit til dæmis ekki hvort að ég hefði nefnt að flytja aftur heim til Íslands nema af því að menningarlífið var svo aðlaðandi sko. Þetta var ákvörðin sem ég stóð frammi fyrir 50 árum og ég kom hingað og ég sé ekki eftir því og þetta litríka lyftrandi menningarlíf er eiginlega mikilvægast einstaka ástæðan til þess að ég sé ekki eftir því að hafa tekið þessa ákvörðun. Hvar væru við án menningar og listar? En eins og ég segi, það er mikil gróska á öllum sviðum en náttúrulega undirstöðunar þurfa að vera sterkar og við þar þurfum við að bæta. Já, ég er smá áhyggjur vegna þess að mér finnst ungt fólk sko, þegar ég kláraði stúdent 1985 þá svona þegar ég horfi aftur þá fannst mér að það voru mjög margir í mínum árgangi sem ákvaða verða listamenn og mjög margir sem fóru út í heim og við vorum ekki hrædd að láta drauma okkar rætast að verða listamenn en ég á núna krakka á táningsaldri 2 og þau segja mér að það sé svona áhyggjur af hinnu efnislega að það sé stærri ákvörðun fjárhagslega að veðja á það að verða listamaður þannig að heldur en ég minnist úr minni fortíð og ég er ekki að segja að mínar heimilissamræður séu algildar á þjóðfélagsvísu en við þurfum einhvern veginn að vera dugleg að halda tækifærunum opnum og svona bara ræða þessi mál kannski aðeins víðar og öðrum grunni ekki satt heldur en við höfum gert. Sko þegar Hagstofa Íslands gaf út sögulegt yfirlit hagtalna sko 200 ára aftur í tíman fyrir svona 20 árum hver held að hafi verið bara einn fjölmennasta starfstéttin í landinu. Það voru listamenn. Já, mitt. Svo, og ég varst að það eigi við Frakland og Þýskaland, sko. Nei, akkurat. Við þurfum listafólk. Það er alveg ekki spurning, sko. Og gjöfin að njóta góðra listar, hún verður ekki hvorki færið í pening ní orð. Það bara... Svo það maður bara fylgja hjartanu. Já. Nákvæmlega. Ég var nú spurðað því ég flytt út 98 og ég var spurðað því mjög minnistætt já, ertu í háskólanámi í píanói? Já, er það hægt? Og ég sagði já, það er hægt lengi. Já. Og hvað ætlarðu svo að gera? Hvað ætlarðu svo að læra almennilegt? Já, hvað svo? Já, hvað svo? Þau eru búin að leika þér hana í píanónáminu í Þýskalandi. Nei, maður það bara fylgja í hjartanu. Ég sé ekki eftir því. Nei. Og þurfum að komast út úr efnisíkjunni í sko, við að tala meira þessa óefnislegu hluti og þessi andlegu gæði sem vonandi til dæmis áhorfendur og áheyrendur að ykkar listsköpun á sunnudaginn verða vitnað. Sko, við höldum hvetjum alla til að mæta.
Við höldum svona söngskemmtun með það að markmiði að sem allra flestir viðstaddra gangi syngjandi út í leikslokk. Já. Já. Það búið að vera mjög gaman að fá ykkur í heimsókn, Hrönn og Þorvaldur. Má ekki segja að ég óski ykkur góðs gengis á sundaginn eða er einhver hjálp? Bara tói. Já, ok. Takk fyrir. Já. Takk kærlega. Og þátturinn verður þá ekki lengri hjá okkur í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Við þökkum ykkur samfylgdina þessa viku við Rauðaborðið. Minnum á þáttinn vikuskamt, umræðum, fréttir og tíðaranda líðandi stundar klukkan 16 á morgun í beinni útsendingu með góðum gestum. Gunnar Smári stýrir þeim umræðum. Svo verður mjög áhugavert helgispjall hjá okkur á laugardagsmorgun og síðan Synir Egils, flaggskip þjóðmála umræðu að sumra mati á sunnudag að loknum hádegisfréttum klukkan 12:40. En þættinum er lokið í kvöld. Ég heiti Björn Þorláksson. Verið sæl. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.